Jæja, góðan daginn. En sem sagt í dag ætlum við að fjalla þjónustu sem við erum með aðgengilega sem að kallast bæjadyr. Og bæjadyr er í rauninni, sem sagt, ef við skoðum áfram með þetta. Bæjadyr er eitthvað sem við ætlum að nota í staðin fyrir að við ætlum að fara að prenta út reikningana okkar. Það er rauninni kannski þjónustu þess sem við rauninni gerum aðgengilega alla reikninga sem að sveitarfélagi gefur út á vef. Og þetta veitir sem sagt íbúum aðgang að bæði sem sagt fasteignagjöldunum og öllum þeim þjónustugjöldum sem við erum að rukka fólk fyrir, svo sem eins og leikskólagjöld, matarkostnað í skólum og annað. Þetta er rauninni einföld og örugg tenging við grunninn okkar, Navision grunninn, og sem getur birst á vef sveitarfélagsins. Þetta sparar sveitarfélaginu náttúrulega heilmikið bara í umsýslu að prenta út reikninga og senda reikningana, því þarna rauninni getur hægt að benda fólki á að bara tengja sig inn á ákveðna vefslóð og skoða sína reikninga þaðan. Og þarna ætlar einhver að hringja í mig. En hann fær ekki að vera með þetta. En sem sagt, og þetta býður upp á betra aðgengi og bætta þjónustu við íbúa. Einnig er þetta þá minna álag á skrifstofu sveitarfélagsins þar sem fólk hefur betra aðgengi að upplýsingunum á vefnum. En hvað er í rauninni bæjadyr? Bæjadyr er í rauninni bara tenging á milli Navision kerfisins og vefsins okkar. Vefurinn okkar, það getur verið vefur frá OneSystem, frá GoPro eða rauninni hvað sem er. Því þetta er rauninni bara viðmót sem að vefurinn getur skrifað á móti og sótt ákveðnar upplýsingar. En Væs býður einnig upp á vef með auðkengu gegnum island.is og ég ætla að sýna ykkur dæmi á eftir hvernig þetta er notað. Það er rauninni, má sjá, ég ætla bara að fara að skoða dæmi þar sem við sýnum vefinn okkar. Hérna er ég með, má sjá, hérna er ég með tengingu. Ég ætla að sýna ykkur hérna. Ég er sem sagt Sigrún Gunnarsdóttir og þegar ég, Sigrún Gunnarsdóttir hérna, og ég ætla sem sagt að tengja mig inn á vefinn okkar og í rauninni fer ég oftast í gegnum auðkenningaþjónustu en ég ætla að sýna ykkur hérna dæmi þegar þetta er gert bara með notendanafn lykilorði sem sjá, ég ætla að sýna ykkur það hér og þá logga ég mig hérna inn, þá fæ ég bara svona þjónustu hér, tengi mig inn með minni kennitölum og ég dett hérna inn og ég vel að því hér er ég búin að tengja að ég geti skoða reikningana hjá Önnu Fandal, Önnu Jónu Guðjónsdóttir og Sigrúnu Gunnarsdóttir. Og ég ætla að bara skoða mína reikninga. Og hérna sjáum við að ég er hérna með bókasafnsgjöld og heima og öldrunarþjónustu, einhverja reikninga frá því. Og þetta er rauninni gert þannig að í Navision þá stillum við þá viðskiptareikninga sem við viljum að birtist á vefnum og við segjum bara hérna haka við, ég ætla að sýna bókasafnsgjöld, menn sem núna ætla ég að taka bókasafnsgjöldin út og ég þarf að breyta og ég ætla að taka það út að það sýnist á vefnum. Eins og við sjáum hér á vefnum sem ég var með hér, þá sjáum við hérna bókasafnsgjöldin 220.000. Nú ef ég logga mig út og fer aftur inn og ég vel Sigrúnu Gunnarsdóttir, þá er bókasafnsgjöldin farin. Þannig að nú ætla ég að gera þetta aftur, ég vil fá sem sagt hafa bókasafnsgjöldin inni. Þannig að við högum bara hér, breyta og sýna á vef og svo förum við hérna út og loggum okkur aftur inn og skoðum hér og þá er þess að bókasafnsgjöldin komin.
Þessar upplýsingar eins og ég segi, þetta er í rauninni vefurinn sem að við bjóðum þeim sem að ekki eru með vefi gegnum OneSystem eða einhverja aðra. Og hér sem sagt er í rauninni auðkenningaþjónustan gegnum Ísland.is. Mér langar að sýna ykkur hvernig svo auðkenningaþjónusta á sér stað og ég ætla að fara hérna inn á Dalabyggð, af því að Dalabyggð er að nota í bókáttina eða bæjardyr, og þá tengistu hér, Dalabyggð setur bara link á vefinn hjá sér og hér komum við og dettum inn á Ísland.is þar sem við erum búin að setja upp tengingu við auðkenningaþjónustuna hjá Þjóðskrá og núna getum við nota okkar rafrænu skilríki til þess að komast inn. Og þá skráum við bara símanúmerið okkar hér eða hvernig sem við tengjumst eða með ísleiklinum og þá dettum við inn á þá kennitölu sem að við höfum leyfi til þess að skoða og ef það er þannig að við getum skoðað fleiri en eina eða fleiri en tvær að þá fáum við eins og við vorum með áðan hérna. Ég var með hérna, maður sjá. Tökum þetta aftur bara hérna. Þá fáum við upp þennan valglugga sem kemur hér. Nú og hvað er það sem við sjáum inn í þessu umhverfi? Hvaða gögn eru það? Ef ég skoða hérna aftur, þá er ég með reikninga, ég bókaði einhverja reikninga á mig hérna í gær og hérna er ég með sem sagt einhvern reikning sem var bókaður, 4.12. og þetta er upp á 220.000 og ég vil skoða hann nánar. Þá get ég séð, ok, þetta er eitthvað vinnveitingaleyfi og skólagjöld og eitthvað svoleiðis. Þetta er bara eitthvað svona bullreikningur sem ég sett saman. Og síðan get ég rauninni prentað reikningin ef ég vil. Hann kemur það bara hér. Ég á líka að vera með upplýsingar fasteignagjöld. Hérna er ég með viðskiptareikningana mína og síðan er ég rauninni með fasteignagjöld. En þess að ég er ekki með skráðar eina fasteigni, þá ætla ég rauninni að tengjast núna henni Önnu Jónu Guðjónsdóttur sem að leyfði mér að tengjast sér. Nú ætla ég að sýna ykkur kannski fyrst áður en við förum það. Hvernig leyfði annan Jóna mér að tengjast sér? Þá förum við inn á Önnu Jónu, Anna Jóna Guðjónsdóttir. Hérna er hún og við ætlum að skoða Önnu Jónu. Þá er hérna eitthvað sem heitir tenging við bæjardyr. Hérna get ég sett allar þær kennitölur sem mega skoða reikningarna sem eru skráður á Önnu Jónu Guðjónsdóttur. Og í þessu tilfelli er þetta mín kennitala og ég fæ núna leyfi til þess að skoða reikningarna hjá Önnu Jónu Guðjónsdóttur. Og þá nú bara að finna aftur hvar vefurinn var, hann hér. Þetta var, já, þetta er Anna Jóna Guðjónsdóttir. Hún er eins og við sjáum hérna með einhver bókunarstögn. Þetta er rauninni, Kristín Jóna hefur verið skráð. Ég hérna breytti nafninu á henni, þannig hérna, en hérna, við skulum skoða hérna áfram. Förum hérna inn í fasteignir. Já, eins og við sjáum hérna fyrir síðunni, þá er hún með eina fasteign, Vesturgötu 10, sem er númer þetta. Þannig að hún rauninni er með gögn í fasteignarhlutunum. Og þá getum við skoðað þessa fasteign og álagninguna á fasteignagjöldin. Og hér sjáum við fyrir 2015 og fyrir 2016. Og fyrir 2016 þá skuldar hún hérna, þá er þetta greining álagningarinnar, hún með 45.000 skall í fasteignaskatt og lóðarleigu og vaskgjöld. Hún er núverandi eigandi í 50% hlutfalli. Og hérna, og síðan í rauninni sjáum við ef það er einhverju gjalddagar sem er búið að skrá. Það er rauninni ekkert búið að skrá í þetta kerfi, en í rauninni það myndi koma allir gjalddagarnir hérna fram. Og rauninni hérna ertu komið með allar upplýsingar sem þú þarft fasteignagjöldin. Síðan í rauninni koma líka þá viðskiptareikningu sem heitir fasteignagjöld, að því við rauninni búin til færslur á hana. Já, við skoðum bara hérna 2015. Að þá sjáum við hérna yfirlit yfir reikningana þegar hún er að greiða og
og borga af þessari fasteign. Þannig að þetta eru rauninni gögnin sem eru aðgengileg í bæjardyrum. Þá rauninni þær upplýsingar sem eru bókaðar rauninni á reikninga, niður á viðskiptareikninga og við stýrum því hvaða viðskiptareikningar eru sýnilegir og svo síðan fasteignagjöldin og álagningin og hvernig hún dreifist. Og þetta er rauninni sem sagt spara, getur eins og segi, spara sveitarfélaginu heilmikinn tíma að vísa fólki hér inn á þennan vef og skoða reikningana sína hér. Því að rauninni bæði getur skoðað aftur í tíman eins langt og við ákveðum að það sé sýnilegt og líka þannig að það er fólk týnir reikningum eða annað þvíumlíkt. Og einnig þá getur rauninni bara vísað í síðustu reikninga þannig að það þarf ekki að prenta það út og annað þvíumlíkt. Þannig að þetta er rauninni svona bæjardyr eins og þær eru í sinni mynd. Í dag er það þannig að allir þeir sem eru í áskriftinni, sveitarstjóri í áskrift, þeir fá aðgengi að bæjardyrum og það rauninni þarf bara að biðja okkur að setja það upp ef það er ekki búið að því og ef þið viljið nota þá vefþjónustu sem við bjóðum með tengingu við þjóðskrá, þá þarf að sækja aðgang í gegnum þjóðskrá. Það er eitthvað formlegt ferli hjá þjóðskrá sem þarf að fara í gegnum þar sem en öll sveitafélög fá þá þjónustu hjá þjóðskrá fría, hún kostar ekki neitt. Þessi er að kostnaðarlausu. Þannig að rauninni það þarf bara að ganga frá samningum. Síðan þegar rauninni búið bæðið setja upp bara kerfið hjá okkur og rauninni tengja við þjóðskrá og rauninni við þurfum að hafa samskipti við þjóðskrá að búa til rétta vefslóðir og svoleiðis. Þá er rauninni ekki títi fyrir stöðu að hefja leikinn og það er rauninni eins og ég sagði ykkur áðan að þá er það rauninni leið og þú bókar reikning og nú ætlum ég að sýna ykkur það. Leið og þú bókar reikning í kerfinu þá birtist hann á netinu. Þannig að nú ætlum ég að fara hérna á sölureikningur og ég ætla að búa til nýjan sölureikning á hana Sigrúnu. Og við ætlum að, segja bara fjárhagsreikningur og við ætlum að fá bara hérna, ég er sem sagt dagvistunargjöld og magnið 100 og það er rauninni ekkert neitt verð á þessu hjá okkur í þessu tilfelli, þannig að 10.000 krónur og síðan bara bóka ég reikningin. Ég þarf náttúrulega að setja þetta á hérna einhvern viðskiptareikning, ég bara setja þetta á bókasafni í þessu tilfelli. Ég veit að hann er sýnilegur út af vefinn og ég bóka. Og ég bóka reikningin. Já, ok, það er málaflokkur og deild. Því að greinilega ekkert sett upp á hana forða hjá mér. Nú. Hún vill ekki hana málaflokkur og deild. Bókasafni það bara. Nú er ég búin að bóka hann. Þá ætla ég að fara, hvar var ég með þetta hérna? Ég ætla að fara hér og skrá mig núna inn sem Sigrún Gunnarsdóttir. Og ég ætla að skoða hérna bókasafnsgjöldin. Og hérna er þessi reikningur sem ég var að bóka. Og við sjáum hérna að þetta er dagvistargjöld, það er magn 100 og einingaverðið er 10.000 krónur. Og þannig að þarna skulda ég milljón. Það er svolítið dýr dagvist þarna, en svona er þetta stundum. En þetta er rauninni í svona hnotskurn hvað kerfið fjallar Og þannig að rauninni í dag þá fórum við yfir bara til hvers við erum að nota bæjardyr, hvernig þær eru uppbyggðar og ég sýndi ykkur dæmi.
Mér langar svolítið að nefna það að þetta er ein af þeim leiðum sem við getum farið þegar við erum að hugsa um að hætta að prenta reikninga. Það eru auðvitað til aðrar aðferðir og fólk er svona að nota mismunandi aðferðir. Margir eru að nota þessa leið, en sumir eru að nota þá er rauninni það sem við kalla birting greiðsluseðla í banka. Þá er rauninni þá tengist það kröfum sem við búum til í kerfinu og þær sendar áfram í bankan og síðan birtast þær í heimabankanum. Þetta er líka hægt að bjóða upp á. Einnig er hægt að bjóða upp á það að rauninni búa til rafræna reikninga og senda þá gegnum Advania sem sér að senda þetta beint í bankan. Og það er eins og ýmsar leiðir færar. Þannig við rauninni, ef við erum að prenta út reikning í dag, þá er kannski komin tími til þess að fara að huga af því hvernig við getum auðvelda okkur það ferli og flýtt fyrir og gert þetta á rafrænan hátt. En ég segi þetta sem sagt bara gott í dag og ef þið viljið fá að vita eitthvað meira um Bæjardyr þá bara bendi ég ykkur á að hafa samband við sveit@vice.is eða þá senda beiðni á mig sem ég er sigrun@vice.is. Þannig ég bara þakka fyrir í dag og hef þetta ekkert bara lengra en sem sagt heyrumst fljótlega. Takk fyrir.